Skynmyndir eftir Evu Maríu Oddsdóttur, Kristófer Fannar Stefánsson og Sigríði Birnu Ingimundardóttur. Hvað eru skynmyndir? Skynmyndaþjálfun er að geta notað hugann og skynfæri til að upplifa atburði. Hugurinn er notaður til að búa til ímyndun sem inniheldur sjón, lyktar, heyrnar, bragð, tilfinningar og hreyfiskyn. Sem dæmi heyra í áhorfendunum áður en þú sparkar í boltann og að finna lyktin í grasinu. Með því að nýta sem flest skyn eru skynmyndin betri. Tilgangur skynmynda. Skynmyndir eru notaðar í mörgum tilgöngum, sem dæmi læra nýja tækni til að auka einbeitingu sína og hvatningu. Einnig er hægt að nota skynmyndir til að ná sér fyrr eftir meiðsli og til að halda áfram hæfni sinni á meðan meiðslum stendur. Áhrifaríkast í skynmyndaþjálfun. Að blanda saman skynmyndaþjálfun þar sem öllum skynjunum okkar er beitt og í samblandi eru notaðar líkamlegar æfingar er áhrifaríkasta leiðin til að ná árangri í skynmyndaþjálfun. Einnig hafa rannsóknir sýnt að skynmyndir hjá afreksíþróttafólki hafa sýnt betri árangur en hjá byrjendum. Til að ná skynmyndum sem allra raunverulegustum þarf íþróttamaðurinn að trúa því sem hann er að ímynda sér. Þær þurfa að innihalda hugsanir og tilfinningar og mikilvægt er að nota öll skynfærin. Skynmyndir munu þó ekki virka nema þær séu æfðar. Það þarf að læra að nýta þær fullkomlega til að ná fram færni. Best er að nota skynmyndir beint eftir keppni, þá eru hlutirnir sem ferskastir í huganum og hægt að ná fram sem skýrasti skynmynd. Framköllun skynmynda í huganum. Þegar byrja á að nota skynmyndir er að meta hversu fær íþróttamaðurinn er að búa til skynmyndir. Þetta er ákveðin færni sem byggist upp og því er einstaklingsmunur á getu þeirra. Ráðlagt er fyrir byrjendur að æfa sig á stað þar sem er rólegt umhverfi því mikilvægt er að ná fram slökun. Mismunandi er hvar er best fyrir fólk að byrja. Það mikilvæga í skynmyndaþjálfuninni er að hafa hana eins einstaklingsmiða eins og hægt er til að sníða hana að þörfum hvers og eins. Svo er bara að æfa sig og tengja skynmyndaþjálfunina við daglega þjálfun íþróttamannsins. Innri og ytri sjónarhorn. Innri sjónarhorn er raunverulegt sjónarhorn íþróttamannsins og það sem hann upplifir, eins og hann væri að upplifa það í raunveruleikanum. Ytri sjónarhorn er eins og íþróttamaðurinn væri að horfa á sjálfan sig stunda íþróttina. Ekki er búið að finna út hvort er betra. Gott er að prófa hvað hentar hverjum. Eitt af lykilatriðum þess til að búa til skynmyndir er skýrleiki og stjórnun. Með nýtingu fleiri skynfæra náum við fram mun meiri nákvæmni í myndinni. Atriði sem spila stórt hlutverk inn í eru spennustig, tilfinningar, umhverfi, ytri aðstæður, fatnaður og veður sem dæmi. Með þessum hlutum náum við fram raunverulegri aðstæðum. Stjórnun er aftur á móti að ná því fram að skynmyndin verði ekki fyrir truflun, að ná að einblína á rétta hlutin og detta ekki í það neikvæða og einblína á mistökin sem gæti hamlað árangri. Skynmyndaþjálfun og einbeiting. Í skynmyndaþjálfun verður að vera einbeiting til að ná fram sem bestri skynmynd. Því betur sem íþróttamanni gengur að halda einbeitingu í skynmyndinni ætti hann að geta haldið betri einbeitingu í keppni. Hann ímyndar sjálfan sig í keppninni að missa einbeitingu en nær í skynmyndinni að halda einbeitingunni og þar af leiðandi færa það yfir í raunveruleikann. Einnig getur hann æft sig í að missa einbeitingunni í leik en strax eftir mistökin að ná einbeitingu aftur og láta mistökin ekki á sig fá. Takk fyrir okkur.